er komið að því að gera myndirnar. Þær byrja ekki hér í fyrstu köflunum, heldur hér inn á fjölgreindir. Finnum þær hérna á báðum stöðum, fjölgreindir, og þar byrja að koma myndir. Áður en við byrjum á því, þá þurfum við að sjá hérna uppi á þessu bláa. Það stendur hérna compatibility mode í skjalinu ykkur. Það þýðir að við höfum ekki öll verkfæri í Word virk. Og til þess að gera það, þá þurfum við að smella hérna fæl í þessu bláa. Og þá kemur hér upp þessi gluggi og þið sjá hér stendur compatibility mode og hér þurfum við að íta á þennan takka sem stendur convert á. Smellum á það, þá kemur upp þessi gluggi og ítum hér á OK. Þá sjáum við að hérna fór compatibility mode út og nú getum við byrjað. Til að setja myndirnar, að það vera að smella með bendlinu hér einhvers staðar inn í textan nálægt þeim stað sem að myndin á að koma. Ef við gleymum því og við værum kannski ennþá með bendilinn einhvers staðar inn í efnisyfirlitinu, þá myndi bara koma þangað. Förum sér hér í insert hérna uppi. Smellum á það og ítum á pictures. Þá kemur upp Windows-glugginn okkar og þið munið hvernig á að komast inn á ykkar svæði. Þið finnið það með því að íta hér á this PC og veljið svo nafni á disknum ykkar og þið smellið sem sagt á það. Þið finnið hérna uppsetningu ritgerðar. En það betra kannski að sjá myndirna sjálfar til þess að ruglast ekki. Þá getið þið farið hér inn á þetta svæði hér, smellt á örina og farið til dæmis í large icons og þá sjáum við bara alla myndirnar. Og fyrsta myndin sem við áttum að setja inn var þessi hér, myndir af málgrendinni, smellum á það og ítum á insert eða þá tvísmellum og þá kemur myndin hér inn. En takk eftir, hún ítir hérna burtu þannig að það eru margar tómar línur. Til þess að losna við þetta, þannig að láta texta ná alveg hérna upp að, þá förum við hérna á þetta takk sem hér við hliðin á myndinni, smellum á það og veljum þetta sem hér og ef við erum með bendilinn yfir þá sjáum við að það kemur hérna stendur orðið square, það akkurat rétta stillingin, smellum á það. Þá sjáum við að textin kemst hérna alveg upp að myndinni og við ætlum að láta þessa mynd vera hér eins og þið sjáu hérna alveg út í endanum á textanum en ekki samt út fyrir spássíðuna. Þannig við förum núna, drögum myndina og þið sjáu að það kemur svona cross, bendillinn breytist í svona cross með örfum í allar áttir. Þetta er kallað move tool eða færslutól og við ætlum að færa myndina þannig að komi svona græn lína rétt ofan við textan og eins líka hægra megin við myndina og textan. Þá erum við með þetta á réttum stað og sleppum. Nú myndin komin á réttan stað. Til þess að setja síðan inn svona textabox, þá þurfum við að smella aftur. Pössum að hafa þetta ekki valið vegna þess að ef við veljum textabox eða aðra mynd, þá kemur það inn í staði fyrir myndina ef hún er valin. En ef við smellum eitthvað staðar hérna utan við myndina, smellum bara eitthvað staðar inn í textan, förum aftur í insert og núna veljum við hérna textbox. Smellum á það og við veljum bara þetta einfalda hérna, simple textbox. Það kemur einhver rosalega langur texti en nú getum við bara að byrja að skrifa mynd 1. En þið sjáu að það er svona svartur rammi kringum myndina og það er inni svo ef ég myndi draga þetta hérna yfir, þá sjáu að þetta er með hvítum bakgrunni og við ætlum að losna bæði við ramman og hvíta bakgrunnin. Og þegar maður smellir á textaboxið, þá koma möguleikar hérna upp. Ef að þetta hérna er ekki valið, þetta er ennþá hérna inn í home, sjáu ykkur svona stillingar, þá sjáu að þetta hérna svæði verður dökkblátt og við getum smellt á það og þá komum við með verkfæri sem við getum notað við þetta box. Og við ætlum að fara hér í shape fill, það þýðir sem sagt fyllingin á kassanum og við ætlum að fara í shape fill og segja no fill. Þá sjáum við, nú er þetta orðið gegnsætt. Og við ætlum líka að fara hérna í shape outline, það þýðir rammin á forminu og við ætlum að fara í no outline. Og þá sjáum við þetta er orðið bara alveg gegnsætt. Og nú þarf ég að fara hér og draga þetta og ég ætla að byrja bara á að láta textaboxi vera jafnt hérna hægra megin. Þannig að það sé alveg, fara ekki út fyrir og sé bara jafnt á myndin, síðan fer ég hérna á miðjudoppuna hérna vinstra megin og dreg þetta þannig að þetta verður bara akkurat mátulega jafnt eins og myndin eða svona nokkurn veginn og ég læt þið sjá, ég læt efri línuna á textaboxinu bara vera alveg upp við myndina. Ok, núna kemur að einu skemmtilegu sem er að þið sáu að það var dálítil vinna að setja inn myndina, gera svona stillingar og allt þetta, fara svo hérna búið til textabox, skrifa inn. En nú erum við með eina flýtileið sem að hjálpar ykkur að gera þetta á mjög fljótlegan hátt án þess að þurfa að gera allar þessar stillingar. Og þá byrja bara á að smetla á myndaboxið
og þá er ég búin að velja það er valið og til þess að velja líka myndina þá held ég kontrolltakkanum niðri, kontrolltakkanum á lyklaborðinu, þar sem stendur CTRL og þið smelli á myndina og þá sjáu þið þar svona doppu bæði á myndinu og myndabóksinu og það þýðir að hvort tveggja myndin og textabóksi valið. Og nú kemur galdurinn. Ég haldi kontrolltakkanum niðri og íti á D og tvöfaldast þessi skammtur af mynd og texta og þið sjáu að ég með bendili hér yfir myndina og kemur svona múftól, ég smelli og held og dreg, þannig ég fái bæði línu hægra megin við myndina og rétt ofan við hana samsíða efri línunni í textanum, efstu línunni í textanum. Það er ekki verið alveg hérna uppi þannig að komi hjá fyrirsögninni, heldur þannig að komi hérna á textinni. Svo sleppi ég. Nú erum við 2 alvegmyndir og 2 alvegs texta, en nú bara smelli ég inn í textabóksið, breyti 1 í 2 og hægri smelli síðan á þessa mynd hérna og segi Change Pictures. Það er líka hægt að fara hérna uppi í format og fara hérna ef þetta væri alveg yfir allt glugginn, ég ætla að sýna ykkur það og þannig mjög okkur aftur að sjá það líka þetta íta hérna Change Pictures og ef maður er með þetta mjög að því maður vill sjá dæmið þá getið þið sjá að þetta hérna og ef þið farið með bendilinn og láta verið yfir í smá stund og sjá að það stendur Change Picture líka. Þannig ég get allt smelt hérna en ég hef valið að hægri smella og segja Change Picture hér og From File eða From a File og þá fer hún inn í möppuna þar sem við vorum áðan og ég vil bara næstu hérna, mynd sem eru fyrir starffræðina og ég tvísmelli og þá er það komið. Þannig að nú þarf ég bara að smella textabóksið, halda kontrolltakkanum niðri, smella á myndina, halda kontrolltakkanum niðri, íta á D, færa þetta á réttan stað, breyta 2 í 3, hægri smella, Change Picture, From a File og tek augað. Núna setið þið sjálfinn, fylgi bara þessu hér, hvaða myndir er að koma næst og klárir alveg hérna niður að umhverfisgreind og þá farið í næsta myndband.